Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið í sæl og blessuð. Dagur heimspekinnar var í síðustu viku. Sumir segja að við hugsum ekki nóg um heimspeki og við bara hugsum ekki nóg. Og til þess að ræða mikilvægi heimspekinnar hef ég fengið mjög góðan gest, konu sem stórt nafn á alþjóðavísu, ef til vill, jafnvel bara þekktari út í heimi heldur en hér innanlands. Hún heitir Sigríður Þorgeirsdóttir. Ertu velkomin, Sigríður? Ó, takk. Hvers vegna dagur heimspeki? Það örugglega margar ástæður fyrir því, en ég held að heimspeki sé eitthvað sem við gætum öll átt sameiginlegt. Já. Af því að ég held að hún einhver leið til að hugsa og tala saman sem eitthvað kemur við eitthvað í okkur sem einhver mennska, eitthvað mannlegt. Já. Og ef við náum að tala saman á heimspekilegum nótum, þá erum við að tala saman einhvern veginn eins og manneskja við mannesku. Já. Og sumir eða mörg gera sér þá hugmyndum heimspeki að hún sé bara eitthvað ógulega fræðilegt og háfleygt, en ég held að flest höfum við einhverja heimspekilega æði í okkur og hugsum stóra hluti, líf og dauða á einhvern hátt. Já. Og ég einmitt hef verið að rannsaka undanfarin 10 ár einhverja svona hugsun. Já. Og hún frekar venjuleg. Já. Og hún eitthvað sem kemur djúpt upp úr okkur öllum. Já. Þú nefndir mennskuna. Hún búin að vera svolítið tísku orð þegar við tekið eftir núna í aðdraganda kosningana. Það eru mjög margir sem að tala að leita rótana, þurfum að fara í mennskuna. Það eins og fólki finnist að svona umhverfið síðustu ár sé kannski búið að vera svolítið kaldranalegt og að vissuleiti einhverju leiti andstæða mennskunar. Við höfum tröllatrú á tæknilausnum, vélvæðingu, nú það gervigreindin. Berst mennskan og heimspekin í bökkum bara nú á tím? Þetta, sko, að við skulum spyrjum þetta bendi líka til þess að við séum í einhverjum tengslum við þetta eða einhvern veginn að langa tengjast við þetta. Eins og svo oft frjóa tíma þá einhverju mótsagnir, einhverja þversagnir. Já. Okkur finnst heimurinn vera einhvern veginn ómennskur. Já. Eða lítt mannlegur. Já. En við þráum eitthvað mannlegt. Já. Og við höfum í þessum nútíma þróuðum samfélögum, þá höfum við þróað mjög marga svona mannlega þætti. Já. Velferðarkerfi, hugmyndir réttlæti, mannréttindi. Já. Leið höfum við verið ofboðslega mikil tækni, hyggja, mikil svona ásókn líka í jarðnesgæði og velmegun. Já. Allt skynjanlegt. Já. En það eins og að við höfum kannski líka vanrækt eitthvað eða mist eitthvað annað í leiðinni. Já. Og ég held að það sem við þráum mest af öllu einhver tengsl. Já, einmitt. Að bara að við heyrumst, að við sjáumst, að við heyrum hvort annað og sjáum hvort annað. Já. Og líka bara að nema staðar og skynja hvar við erum og finna til sjálfrar okkar og leið einhvern veginn að losna við okkur sjálf. Að því við lifum á dálítið svona tímum þar sem að einstaklingurinn skiptir miklu máli. Já. Og það gott að blessa. Einmitt. En það óttalega byrða alltaf að vera þetta ég. Já. Að því að við lifum líka í þessu samkeppnissamfélagi. Já. Og það ákveðin þreyta í því. Já. Og kannski þetta ákall eftir meiri mennsku, að hún ákall eftir tengslum. Já. Hún ákall líka eftir samskiptum sem þannig að þau ekki bara einhver samanburður
eða eitthvað kapp að hafa rétt fyrir sér, heldur sem heimspekilegt líka, að við höfum samskipti þar sem við getum reynt að skilja hvort annað og verða skilin af því að það það sem við þráum. Einmitt. Ég tengi við það að í tengslunum finnst mér ég persónulega helst skynja tilgang lífsins. Á sama tíma og einstaklingshyggjan hefur ráðið ríkjum og orðið vaxandi, byrjar kannski svolítið með thatcherismannum, Reagan, þeim, nýfrjálshyggjunni og hvernig við færumst úr því að trúa á sameiginlega lausnir yfir í alltaf meir og meiri áherslu á einstaklingin. Sem tengsla rofið sem að varði COVID, það náttúrulega ennþá kannski, við erum kannski ekki alveg búin að bíta úr nálunni með það, en það óbúslega margt ólíkt með því til dæmis að vera barn í dag eins og að vera barn þegar ég ólst upp og við vorum alltaf í stórum krakkahópum. En við gátum líka, við höfðum aðgengi hvort að öðru án þess að þurfa að fá leyfi hjá foreldrunum. Það voru vissulega, hafa margs konar ógn, hafa margs konar háski, stundum urðu slys vegna eftirlitsleysis og alls þess, en það urðu líka óbúslega mörg ævintýri, félagsleg undur sem að maður býr að og maður hefur svona stundum smá áhyggjur af því að einstaklingshyggjan og ákveðin ofverndun sem oft fylgir henni, hún sé aðeins að setja okkur út af sporinu. Þetta nú bara vangaveltur sem að mér langar að henda fram og svo sem ekkert sérstaklega að biðja þig að bregðast við því. En eitthvað sem að bendir til þess, ef það eitthvað til í því sem ég að segja, að við ætlum núna að leita út úr einstaklingshyggjunni og meira yfir í kollektífa hugsun og kollektífa lausnir. Það eitthvað sem heimspekin að fást við þessa dagana, hvort einstaklingshyggjan á undanhaldi? Nú vil ég alls ekki gera lítið úr einstaklingshyggina því að hvert einasta okkar óendanlega dýrmætt. Já. Hver einasta manneski hefur einstakt sjónarhorn á heiminn. Einmitt. Það enginn sem situr á sama stað eða stendur á sama stað með sömu sögu og sömu bakgrunn. Einmitt. Eða sama bakgrunn. Ég held að við séum kannski bara höfum verið með svolítið skerta einstaklingshyggju. Já. Að við höfum í rauninni ekki verið að kannski að taka einstaklingin eins alvarlega og við gætum gert. Þannig að hugtakið sé ekki neikvætt en við getum frekar deilt útfærsluna. Já, að kannski höfum við ekki verið að sjá okkur öll í þeim fjölbreytileika sem við erum. Að því að í þessu samkeppnissamfélagi að þá erum við svo mikið að setja fólk í hólf og box. Já. Og horfa á hvert annað út frá einhverjum ytri stöðlum og skilyrðum. Já, einmitt. Og að því að við byrjuðum að tala mennskuna. Já. Og sjá kannski ekki mennskuna hvert í öðru. Og þú talaður líka það sem hefur verið að gerast núna bara á þessum tímum, þetta ákall eftir mennsku, að við erum líka að tala tíma það sem að einsemd orðin svona eins og einhvers konar faraldur. Já, hún mesta ógn, segir Evrópusambandið, líðan ungmenna, þetta stærsta vandamál samtímans, segir Evrópusambandið. Einmannaleiki og vanlíðan ungra Evrópubúa. Já. Það segir mikið. Það segir hansi mikið. Og við verðum að taka það alvarlega. Það ekki? Jú. Og ég held að þetta sé allt ákall að einhvern veginn að huga að því hvar við stöndum. Já. Að því við erum búin að vera, eins og þú segir, búin að lifa öld, 20. öldin sem búin að vera rosalega öld og ofboðslegar tækniframfarir og ofboðslega hröðun. Við erum komin langt fram úr okkur á þann hátt. Já, og svo koma samfélagsmiðlarnir ofan á það. Já, mikið rætt það núna líka, bara að fara jafnvel að banna samfélagsmiðla fyrir börn undir 16 ára aldri. Í Ástralíu þá eru þau bara að reyna það. Já, og þetta eru náttúrulega svona nýjar pælingar með þetta og ég held að það sé mjög erfitt að gera eitthvað slíkt að banna þetta, en við þurfum einhvern veginn að verða miklu meðvitaðri. Þetta svona umræðan þetta, samfélagsmiðlana svolítið orðin eins og umræðan reykingar.
að þetta sé eitthvað sko sem sé bara verða að vera í hófi og þetta sé að taka einhvern veginn ómikinn tíma frá okkur og þetta breytir heilanum á okkur og við þurfum að vera varkárari. Auk þess sem samræðan á þessum samfélagsmiðlum ef maður bara hugsa fullorðið fólk ekkert endilega kannski oft skemmtileg og mannbætandi. En sko, þú sagðir í pistli sem ég las að heimspekin hún hefur samfélagslegt, menningarlegt, vísindalegt og persónulegt gildi. Efnishyggjan sem þú nefndir líka áðan, það hefur ekkert verið í tísku að sko hugvísindi bara þótt heimspekin sé svona breytt svið eins og þú segir þarna hafa ekki bara hugvísindi átt undir högg að sækja? Hugvísindi? Já. Það nú bara tölfræðilega sko rétt að það hefur orðið fækkun í hugvísindum núna undan farna áratugi víðum heim og líka vegna þess sko það hefur verið skorið niður af því að kannski ekki verið nógu ábatasamar greinar eða eitthvað þess áttar. Til dæmis kennsla í fornmálum hefur átt mjög undir högg að sækja. Til dæmis það ekki lengur kennd latína og forngríska sem var bara svona hluti af háskólum. Jú, það ekki synd? Þetta er svolítið sorglegt alls. Hefði ekki verið gott að hafa þetta áfram í þessum gömlu menntaskólum, MR og MA og þetta kannski ennþá í MR? Jú, ég veit, já, þetta bara, nú bara hægt að mennta, nú ekki lengur, við ekki hægt lengur að mentast í þessu. Nei, ég veit. Og af því þetta náttúrulega alveg dýra að svona vöggu okkar menningar. Akkurat. Og sögunni. Bara þetta. Og í sjálfu sér að þá kannski skiptir ekki öllu máli hvað maður lærir. Það bara hvað maður lærir við það að læra. Já, ég veit. Að öll menntun getur verið gagnleg. Já. Og auðvitað synd að þetta farið og ég get haldið upp mikilli varnaræðu haldið mikla varnaræðu fyrir hugvísindi af því að mér finnst þau skipta miklu máli í menningunni. Það finnst mér líka. En við höfum lifað núna tíma þar sem að svona verðmæti sem virðast sko ekki fallin í einhverja reikniflokka og verða ekki metin í einhverjum peningum að þau hafa átt undir högg að sækja. Já. En ég sé það bara líka á mínum nemendum og það eru líka bara tölur til það að fólk sem menntast í hugvísindum að þeim gengur ágætlega launarlega og starfslega. Já. Af því að menntun náttúrulega sama hvaða fag það að hún yfirleitt góð af því hún svona agar hugsunina, auðgar andan og hugvísindi ekki síst. Skapar gagnrýnan huga en líka gefandi, svona býr til tækifæri til gjafa ekki síður. En sko við þetta rauða borð hefur oft verið umræðan það alltaf að í grunnskólunum hafi áherslu á dygðir vikið. Það sé lítið rými fyrir það í námskrá grunnskóla að tala dygðir. Eitt af því sem ég miklar áhyggjur af að samkvæmt PISA þá mælist samhygð minni hjá íslensku börnum heldur en jafnöldrum þeirra í nágrannalöndunum. Þetta finnst mér mikið áhyggjuefni. Þarna eru börnin að einhvers konar framlenging á foreldrum þeirra. Þau eru hljóta að bera einhverju leyti merki heimilanna sem þau koma frá og veistu yfir höfuð hvort hún rétt þessi staðhæfing sem oft varpað fram hér meðal annars við þetta rauða borða að það sé ekki lengur nein kennsla eða áhersla á dygðir í grunnskólakerfinu? Og ég held að dygðir lærist með tilfinningalæsi. Okay. Og ef við ætlum að tala dygðir þá verðum við að byrja miklu fyrr að tala hvernig börnum kennt að umgangast eigin tilfinninga. Börn eru tilfinningaverur. Já. Og þau gráta og þau hlæja og við þurfum að hjálpa þeim að tjá tilfinningar.
og ég held að okkar kynslóð, hún hafi farið svolítið varhluta af því og við erum búin að læra mjög mikið á undanförnum áratugum svona læsi. Að því leið þú lærir að tengja við eigin tilfinningar, að setja kannski nafn á einhverja tilfinningu eða kennd sem þú ert með, þá ert að læra að lesa tilfinningar og þá leið samkennir þú sjálfum þér. Og þar byrjar samkenndin, að þú finnir til í sjálfrið þér. Finnir til með sjálfröðir. Já, þarna einhver tilfinning. Ég eitthvað smá hrygg. Já, þetta hryggð. Já, og það þarf að hjálpa börnum að vera með tilfinningu, ekki bara sussa á hana. Heldur leyfa tilfinninguna að vera. Því ef þú leyfir einhver að vera, að þá getur það líka breyst. Að því að við erum þekkingaverur sem erum skynverur og tilfinningaverur og vitsmunirnir þetta allt samspil. Þannig ef við lærum að samkenna okkur með einhverjum kendum, að þá erum við komin líka með auðugra innra líf til þess að geta samkennt með öðrum. Skiljið þið rétt að þér finnist þá sem þetta sé meira verkefni heimilana en menntastofnana eins og grunnskólana? Mér finnst þetta bara verkefni allra og Valgerður Ólafsdóttir, konan Kára Stefánssonar, hún skrifaði bók fyrir leikskólabörn sem ég held að heiti Saga tilfinninga. Ég bara greip hann daginn að því nú og ég lítið barnabarn, það 2 lítið barnabörn og greip þess að bókasafni daginn og hún hafði verið að kynna sér þetta í sínum fræðum í sálfræði í Chicago, að hvernig við kennum börnum tilfinningalæsi og ég held að þetta sé byrjun á því að geta að dygðir að þær eru ætla ég að standa með sjálfur mér sem forsenda fyrir því að standa með öðrum eða verið hrekja einhvern annan á skólalóðinni, get ég fundið til með honum, get ég staðið með honum og get ég sett mig í spor hans. Þannig að þú veist að þá ertu komin með jarðveg fyrir eitthvað eins og dygðir. Talandi konu sem stendur með sjálfri sér, þú hlýtur nú að hafa þurft að brjóta ansi marga brimskafla með því að í rauninni ryðja braut sem kona og heimspekingur hér á landi og ég sagði áðan í kynningunni að þú væri sumpart þekktari af störfum þínum utan landsteinina hér vegna náttúrulega feminískrar nálgunar þinnar vegna þess sennilega að það þótti nú ekki sjálfsagt fyrir nokkrum áratugum að kona myndi taka doktorsgráðu í heimspeki og konur myndu ryðja sér til rúms og skrifa konur og nálgast allt með öðru sjónarhorni til Aristótelesar og annað sem ég hef lesið um þig. Hvernig, hvar fyrst þú styrk til þess að standa nægilega mikið með sjálfreiðir til þess að... Námslán. Já, efnislega þá skiptir námslánin alveg gríðalegu máli. Já, ég bara fór til erlendis og fór mjög snemma erlendis, bara 20. Mér langaði ekki að fara í heimspekiháskólanum, það voru bara gaurar þar sem höfðu verið með mér í menntaskóla og þeir voru annarkvort kommar eða einhverju svona frjálshyggjumenn og það var ekki mín leiðin í heimspeki. Þannig ég þurfti að fara í burtu og vera annar staðar og finna sjálfa mig í þessu og finna mér eigin farvegi í heimspekinni. Og ég hef verið að því allar götur. Og það var bara í rauninni að fávisku, ég fór út í heimspeki fávisku á þann hátt að mér langaði að fara bara á einhvern stað þar sem ég gæti bara hugsa sjálf. Og það hefur alltaf vakað fyrir mér og leið kom inn í heimspeki sem var á þeim tíma 1980 ofsalega karlhverf út allan heim og ég lærði í Bandaríkjunum svo seinna í Þýskalandi og það var litið svo að konur hefði ekki verið heimspekingar og rannsóknir síðust áratug hafa svo sannarlega sýnt fram á að það hafa konur verið ævanlega stunda heimspeki og það er búið að grafa upp mjög mikið af verkum eftir hvern heimspekinga
svo var heimspekin mjög svona lituð af þessari vísind og tæknihyggju 20. aldar. Þannig að það átti bara að vera að greina hugtök og ógulega svona samkeppnum að hafa rétt fyrir sér og hérna mesta rósi var einhvern veginn að kveða hinn í kútin og eitthvað svona og mér fannst þetta ekki vera mín leiðin í heimspekina heldur. Þannig að ég ánætti að snemma svona heimspeki þess að hugsa mannin heildstæðara sem huga og sál og líkama og líka bara finna svona manneskinn sem ég stað í heimspekinni. Þannig að ég sko upplifiði bara svona á vissan hátt jaðarstöðu og ég hef alltaf litið svo á jaðarstaðir þekkingafræðilegt forskot. Þannig að mér hefur alltaf fundist það bara frábært að fá að vera bara, þú veist, svolítið öðrísi og það var svo sannarlega og svo sem sagt, ég tók doktorspróf í Þýskalandi og svo kendi ég í 5 ár og það var milli 93 eða 92 og 97 þá kendi ég við háskólinni í Rostock sem var sem sagt í gamla Austur-Þýskalandi. Ég var að kenna nemendum sem hefðu alist upp í sósíalismanum og það var svona sérstök reynsla að vera þarna eftir hrun múrsins og eftir það kom ég til Íslands og kendi hérna og ég fyrsta konan sem fær stöðu hérna í heimspeki. Já, fyrsta konan. Já, og það var vissanátt einmannlegt að því ég kom með nýjar áherslur. Voru karlarnir að sussa á þig og leiðbeina þér? Þegja. Þegja, það var alveg þannig. Já, þegja. Já, þegja. Hvað áttu að gera? Það áttu bara að þegja? Nei, sko ekki, já, bara láta sem að væri ekki þarna. Já. Puntudúkka? Þannig að ég bara hélt áfram að gera það sem ég alltaf gert. Og hérna, og bara fór mínar eigin leiðir í þessu og hérna, og þessar feminísku áherslu voru hvort á þessum tíma að byrja, þú veist, að það var að hefjast þvílíkt blómaskeið og endurnýjanaskeið í heimspekin út af þessu því konur voru að byrja að koma inn og fleiri hópar voru byrjar að koma inn. Þú veist, fötlunar, heimspeki og alls konar og miklu meiri fjölmenningar áherslur og svona. Heimspekin maður fór að fatta heimspekin meira en frá Plató til NATO. Já. Og hérna þannig hún var auðgast svo mikið á þessum tíma. Já. Og hérna þannig að ég fór mjög mikið bara að taka inn feminískar áherslur og rannsaka sögu kvenna í heimspekinni og leið kom upp í mér sterk löngun, sko líka, mér fannst leiðilega þessi kappræðu stílar einhvern veginn að hver klárastur í herbygginu eða í kennslustofunni og að finna aðra leið til að iðka heimspeki og ég einmitt þessna fór ég að rannsaka svona heimspeki tilfinninga, heimspeki, hvað maður að segja einhvern veginn að við erum líkamlegar verur, að við erum tengslaverur, löngunin til að skilja, allt þetta, fari í þetta mannlega að ég hef alltaf litið svo á að heimspeki væri sérstök að því leiti og það var þess vegna sem ég leyfði mér að fara út í hana. Hún er persónleg. Ég er ekki bara að læra eitthvað, að innbyrða einhverja þekkingu. Nei, ég er mín eigin rannsóknarstofa. Er það þess vegna sem empíríska rannsóknir henta ekki? Ég heimspeki, sko, empíríska rannsóknir eru náttúrulega í náttúruvísindum og svo í félagsvísindum sem eru kannski að telja hvað eru margir þarna megin og hvað hinum megin. Við í heimspekinni höfum bara okkur sjálf. Það er svona að segja alltaf, við erum okkar eigin rannsóknarstofa og rannsóknarstofan er ekki bara höfuðið og einbyrða einhverja þekkingu, heldur hvernig við upplifum heiminn. Þannig að ég ányti að snemma því sem er kallað svona fyrirbærifræðileg nálgun, hvernig ber heimurinn, sko hvernig er hérna bara upplifi ég heiminn og ég hef áhuga á því sem er kallað vitundar heimspeki að því ég held að vitundin sé stóra heimsálfan sem við erum enn að uppgötva og við eigum eftir að uppgötva miklu meira vitundina á komandi áratugum og öldum og sérstaklega núna á tímum gervigreindar að þá er svo mikilvægt að rannsaka þetta frekar og ég er í rannsóknum með hugarfræðingum, vitsmunafræðingum, sálfræðingum og er að rannsaka á þessu sviði. Þannig að líka einmitt til þess að mér finnst gera heimspekina mennskari og þekkinguna mennskari að við getum lært að tala saman frá mennskari stað
og getum verið meira við sjálf. Já, í þessu samhengi þá hefur rætt hugtakið skynfinningu. Geturðu útskýrt það á mannamáli á 1 mínútu? Skynfinning? Já, hvað er skynfinning? Hvernig finnst þér að sýta hérna núna? Ég finnst það gaman. Já. Áhugavert ég að læra og þegar ég að læra þá finnst mér gaman. Þá finnst mér tíminn ekki vera að líða til einskis. Þá er hann gjöf. Sko, þú sagði fyrst, minnst það gaman, þá var þannig að þú sagðir eitthvað, já, ég er hérna núna, það er gaman, og svo sagðir, þegar mér finnst gaman, þá er ég að læra eitthvað nýtt. Þannig að þú komst með eitthvað almennt upp úr, þú talaði fyrst um þig sem situr hérna og svo komstu með almenna staðhæfingu. Þegar mér finnst gaman að því ég er að læra eitthvað nýtt og þegar það er gaman, þá læri ég eitthvað nýtt. Þú komst þá með einhverja almenna staðhæfingu menntun. Og hún var heimspekileg. Þú komst með einhverja alhæfingu, já, ég er hérna Björn og upplifa eitthvað, en þegar ég upplifi svona, þá er ég að læra eitthvað nýtt. Þetta er heimspeki menntun. Ef að menntun er skemmtileg eða einhvern veginn, eða það er gaman eða ég get dvalið við hana, þá læri ég eitthvað. Og þetta er nákvæmlega það sem menntunar og uppeldisfræðingar hafa sagt á 20. og 21. öld, að þegar okkur tekst að dvelja við eitthvað, að vera í núvitund, eins og maður getur líka sagt með einhverju, að halda áfram að reyna að skilja eitthvað, að þá lærum við. Þannig að það sem ég er að segja, þú tókst einhver upplifun að standa hérna, það sem gerist eitthvað og þú komst með menntaheimspeki, uppeldisheimspeki út úr því. Og þá varst að tala út úr skynfinningu. Sem er sambland tilfinningar og skynhrifa manns. Þú nýttir eigin upplifuna þekkingu til þess að alhæfa. Já. Þú varst ekki með innistæðulausa þekkingu. Þú varst ekki bara með eitthvað aðlesið sem þú hafði lesið á netinu eða eitthvað lært í skóla. Ég bætti hennu persónulega við Þið persónulega varði jarðvegur til að koma með heimspekilega staðhæfingu. Já. Þetta var ekki innistæðulaus þekking. Nei. Þannig að þú varst að nota þína eigin innistæðu, það sem upplifinum var með inn á bankareikningu, sko, upplifinu eins og bankareikningur eða bara, sem við nýtum til að pæla út frá. Sko, ég hef heyrt sálfræðinga tala heilan sem vöðva og hugarafl sem vöðvaafl heilans. Höfum við einhvern veginn sko lagt ómikla áherslu á heilan en ekki nógu mikla áherslu á allt hitt í mannskepninu og mér dettur líka í hug hvort dýrið í okkur. Höfum við svona svolítið vanrækt dýrið í manninum þegar við höfum verið að reyna að skilja heiminn síðustu áratugi. Kannski tengt tæknihyggjunni og trúinni á framfærir tengdar velvæðingu, tæknihyggju. Nú er heilin náttúrulega rosalegt undur. Já. En við höfum kannski hugsað hann sem svona einhverja einingu aftengd á öllu sem er. Já. Heilin er staðsettur í líkama og heilin er samband og tengsl í líkamanum. Þannig að heilin er miklu meira heldur en þessi einhver vöðvamassi hérna. Er það ekki? Það held ég. Þetta er allt sem er hérna og leið er allt umhverfið inn í okkur. Sko, líkam og umhverfið er eitt. Þetta ljós er að hafa áhrif á okkur. Ég drekk hérna vatn. Þetta er 1000 ára gamalt vatn úr Gvendabrunnunum. Ímyndaðu þér. Allar upplýsingarnar inn í þessu vatn. Og hérna það fer inn í mig og það fer út mér aftur og fer eitthvað út í heiminn. Við erum eitt með umhverfinu. Og sko þegar við erum bara að sitja hérna, þá erum við að taka inn alveg ógrynni af upplýsingum í gegnum það sem við sjáum, hvað við heyrum, hvernig við sitjum, hvernig líkamsholningin er, hvernig okkur líður hvort með öðru. Þetta er allt að hafa áhrif á okkur. Og rannsóknir sýna að sko minnst af þessum upplýsingum verða meðvitaðar. En það er hægt að gera það meðvitaðari með að rifja upp andartök. Þannig að þekking er orðin svo
hún er svo viðfemt fyrirbæri og leið sýnir það okkur að til dæmis eitthvað eins og ég eða sjálf frekar síðbúið fyrirbæri. Við sjáum það bara börn þegar þau fæðast. Þau ekki orðin eitthvað ég eða sjálf. Þau eitt með móðurinni og þau fá ekki einhverja tilfinningu fyrir ég eða sjálfi fyrir bara tiltölulega seint. Og þannig að sko sjálfið á okkur miklu meira heldur en þetta ég. Og að því leiti þú talar okkur sem dýr, auðvitað erum við hið mennska dýr. Að því að við erum líkamar, við erum af þessari jörð, við erum tengd alheiminum og alheimurinn lifandi, það eru nýja rannsóknir núna svona líffræði alheimsins, að þetta sem við kallum dautt efni, sko alheimurinn mjög kvikur, það er rosalegt í gangi þar og þetta hefur áhrif á okkur og við erum hluti af alheiminum og vitund okkar hvað meðvitað og hvað ekki, hvernig við upplifum okkur. Þannig að ég held að þú veist allar þessar rannsóknir svo spennandi en það alveg rétt að við erum dýr og þessi vísindabylting, iðnbylting, tæknibylting, allt sem við höfum gengið í gegnum, þetta stórkostlegt. Hvað maðurinn klókt dýr. Það alveg með ólíkindum. Sem mögulega mun kosta sjálfan sig því það ju tækniframfarir sem eru til dæmis að eyðileggja loftslagið og gætu orðið til þess að við verðum ekki lengur til. Já, við erum svo ástríðufull í þekkingaleitinni að við erum jafnvel tilbúin að deyja. Já. Hugsaðu þér. Þetta alveg rosalega verið þessi maður. Já. Ha? En þú myndist aðeins áðan á að þér hefði ekki hugnast innantóm svona rökræðu hefð og það oft talað sko morfís brag stjórnmálana hér á landi. Og nú þegar við nálgumst kosningar og margir enn að sko gera upp við sig hvað ég að kjósa. Þá svona velti maður því fyrir sér hefur Íslands stjórnmálahefð bara svona eins og stjórnmálahefð annar ríkja í kringum okkur, þetta ekki sko erum við ekki komið svolítið langt frá svona einsta kjarna mannlegar tilveru þegar við svona skrútinerum íslenska stjórnmálaumræðu hefðbundna. Þú færð 1 mínútu til þess að ræða mjög flókið mál og þú kemur bara með einhverja frasa og svo kemur næsti og heiðarleikinn og raunverulegt inntak hluta, það náttúrulega víkur. Hefur ekki stjórnmálin borið af leið í ekki vitið svolítið komið úr stjórnmálunum, þetta ekki orðið bara svona fyrirsagnir og soundbites og eitthvað svona búm, 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 þú þarft að vekja einhver hughrif mjög hratt. Við höfum engan tíma lengur til þess að skoða neitt, við leggjumst ekki með íhygli yfir það hvort það innistæða fyrir þessum rökum stjórnmálamanns eða ekki, heldur bara svona hver flottastur. Einstaklingshyggjan sem við ræddum áðan, hún svo sannarlega búin að vera áberandi í aðdraganda þessara kosningabaráttu þar sem umræða hneyksli einstaklinga hefur verið miklu meiri heldur en umræða málefni. Hvert ég að fara? Ég reyna... Ég held þú ert að lýsa svona upplýsingaafþreyingu. Upplýsingaafþreyingu? Já, að stjórnmál og fjölmiðlar, þetta sé svona upplýsingaafþreying. Já, kannski ég að því ég mitt. Og og þú ert að kalla eftir einhverju svona stjórnmálaumræðu sem gæti verið heimspekilegri kannski. Já, á dýptina meira. Á dýptina meira. Já. Nú snúa stjórnmálum völd og hafa alltaf gert það. Já. Og við höfum náttúrulega í frekar skamman eða nauman tíma svona í veraldarsögunni búið við eitthvað sem heitir lýðræði. Og lýðræði ennþá í mótun, við vitum það. Já. Og þú ert að tala hvernig við höfum ímynda okkur, við hefðum ofsalega möguleika á lýðræði núna með opinni umræðu, netinu, allir geta setið hérna við sama borð. Interneti sem háskóli almennings. Já, allt þetta. Það sagði henni rómantísku fyrir 20 árum. Já.
Já, hvað hefur orðið? Einmitt, hvað hefur orðið? Já, en sko, svo komum aftur á stjórnmálum, að þá náttúrulega einn helsti stjórnspekingur 20. aldar, Hannah Arendt, hún var nú svo, sko, hvað á maður að segja, hún var með svo, svona, ákveðna svona kalda sín á stjórnmál, þetta snýst bara um hagsmuni, þetta eru hagsmunaverðir, þeir eru að gæta hagsmunina ákveðna afla í samfélaginu og þess vegna snúast stjórnmálum lígar, þau snúast ekki um sannleika, að því að það er bara verið að keppast um að hafa betur í hagsmunabaráttu og þess vegna er þetta bara tæknileg stjórnmál, það sem strategísk hugsun ríkir. Ef við viljum fá einhverja raunverulega stjórnmála umræðu, þá verður hún einhvern veginn að vera til hlýðar við þetta hagsmunakarp. Já. Og það er einhver staðar annar staðar, þannig að hún sá fyrir sér einhvern svona annan vettvang. Já. Og ég veit ekki hvar hann gæti verið. Nei. En oft okkur dreymdum að hann gæti verið í opinberri umræðu. Já. En ég held enn sem fyrr að sko okkur skorti kannski núna, ég ímynda mér, að okkur skorti kannski mest stað fyrir umræðu þar sem að við getum verið við sjálf í umræðinni. Já. Það er til dæmis mikið tala um slaufu núna, ég veit, þú veist, og mér er svo sem alltilega slaufa hinn og þessu, það er ekkert að því, ég með þólum það alveg. En það er sagt, já, þá við megum ekki vera vanþroska og allt þetta. Og ég er sammála þeim punkti að því leiti að við erum svolítið mikið svona, ég hef rétt fyrir, þetta er svolítið svona mikið ángja því, ég hef rétt fyrir mér og þú hefur rangt fyrir mér. Já. Og heimspekileg umræða, hún felst í ekki að bara stimpla hvert annað rétt og rangt, heldur, heyrðu, reynum að skilja eitthvað betur saman. Já. Og að því að við ættum að hafa forsendur til þess. En ég held að við verðum til þess líka að læra að tala frá dýpri stað. Já. Og það er þess að tala um þessa skinnfinningu. Já. Að það er að tala frá stað þar sem ég get verið ég sjálf. En leið kallar það að ég get treyst viðmælandanum til að hlusta á mig, til að leyfa mér að tala til enda. Og þess vegna, sko, þess vegna er það fyrsta sem ég kenni mínu nefndum þar að hlusta. Já. Virkhlustun. Og virkhlustun að hún felst fyrst og fremst í því að tengja við því sjálfa. Já. Að taka eftir hvernig maður hlustar. Já. Það er ekki bara að leyfa hinum að tala, bíða eftir að hann klári. Það er að reyna að skilja hvað hinn er að segja, reyna að hafa svona, það er svona þekkingarleg samkennd, ég ætla að reyna að skilja. Já. Og leið að taka eftir að svona halda svolítið aftur á sjálfur sér, ekki bara bíða eftir að komast af, mér langar svo leiðrétt að segja þetta betur, ég veit betur, ég get sagt þetta betur, þú meinar örugglega þetta, bíða með það, halda aftur af sér. Já. Og ég held að þetta þurfi að kenna miklu betur í skólum. Já. Og þetta er ekki bara að hægja á sér. Þetta er að tengja við okkur sjálf. Þetta er innri hlustun. Og þá erum orðin heimspekileg. Já. Mér fannst við sjá sko andstæðu mikilvægis þess að þú ert að ræða núna í frambjóðendafundi Ríkisútvarpsins daginn þegar allir oddvitarnir voru kallaðir saman og þeir fengu held ekki nema jafnaði 30 sekundur til þess að svara einhverju risa stóru málefni og spyrlarnir voru svo uppteknir að því að tímamæla og gala svo fram í þú ert búið með tíman að það fór fram hjá þeim hvað var sagt og það voru svo aðrir viðmælendur sem gripu upp stóru skúpin sem að fjallu þarna vegna þess að þarna fjallu mjög stóru yfirlýsingar sem voru mjög fréttnæmar. Spyrlarnir fjölmiðla fólki sjálft. Það var svo upptekið af forminu. 30 sekundur
allir tala jafnt, að hlustunin var ekki bara óvirk, hún var bara engin. Þetta snerist bara einhvern veginn í mínum huga allt formið, ekkert inntakið. Glataður þáttur, að mínum mati. Já. Kannski hefði maður þurft svona 3 klukkustunda þátt og... Já, sko, hver óttinn við að fólk fái að klára sína hugsun? Þetta ekki bara einhver miskilningur? Stöð eins og samstöðin, þar sem að hér eru stundu tekin viðtöl sem eru 3-4 klukkutímar. Það reyndist bara mjög mikil eftirspurnanda úti eftir því að fólk fengi bara að klára sína hugsun og klára sína málskrein. Og mér svona dettur það í hug þessu samhengi, hvort við höfum ekki bara látið teima okkur út í einhverjar villigötur án þess að það liggi nokkar rannsóknir til grundvallar og kannski bara athyglisbresturinn og þú veist, þetta sem að þessi, þegar ég með síma minn sko, ég þarf að taka óbáslega margar hraðar ákvarðanir á hverjum degi af því ég vinn við að viða mér upplýsingum og leggja út frá þeim og reyna að tengja sem fjölmiðlamaður og fá fólk til þess að tala við mig það sem að gerast, þannig að ég þarf að hugsa óbúslega hratt þegar að velja, ætla ég að íta þetta, ætla ég að skoða þetta, ætla ég að skoða þetta þegar ég að svæpa, en á sama tíma þá einmitt vegna þess hvað stór hluti af lífinu okkar hraður og grunnur, þá þörfin fyrir dýftina og samtalið, djúpa samtalið og virku hlustunina, hún verður enn meiri. Já, ég held það. Ég held það alveg rétt þér. Já. En þetta hefur verið gagnslaus þáttur, ég sá hann ekki. Hann hefur verið, formið hefur borið hann ofurleiði. Eins og svo margt í seinni tíð. Já. Að það það sem að ég hefur kannski pirrað mig mest í síðustu áratugum. Það áherslun á form í stað áherslu á samhengi og inntak. En minn skóli ég sagði þér fyrir viðtalið að ég náttúrulega búin að vera blaðamaður allt mitt líf í 40 ár. Ég rithöfundur, ég búin að skrifa 8 bækur og ég, sem sagt, sótti mér menntun á 9 ólíkum fræðisviðum upp úr 20. Þannig að ég kannski einhvers konar viðrinni eða frávik eða frík, ég veit það ekki. Nú innri gagnrýnandinn að tala í þér. Já, og innri gagnrýnandi var líka að segja við mig suss, farðu nú ekki beina að tala um sjálfum þér, haltu að horfum að tala við konuna. Þú fær borga Þegar ég að kenna hlustun, þá einmitt kenni ég nemyndum líka að hlusta á innri gagnrýnandann og þau þurfa ekki á honum að halda. Nei. Hann ekki að hjálpa. Nei. Þú varst að dæma sjálfa þig, en ég meina þú þurftir að fara í 9 greinar. Ég meina ef þú ætlar að vera blaðamaður, þá þarft að kunna skila svo mörgu. Þú þarft að vera sérfræðingur á svo mörgum sviðum. Já. Ég meina þess að þarft að vera í 9 greinum. Ég myndi að hefði haldið það. En heimspekin hefur verið að sigla upp í mínum huga núna seinni ár. Ég á strák sem heimspekingur og við ræðum heimspeki og mér finnst þú svolítið rockstjarna sko í mínum huga þegar ég verið að skoða til dæmis skrifar þú einu sinni grein upp úr þýskum heimspekingi sem að, hvað heitir hann aftur? Michael Teunissen. Já, Teunissen og hugmyndir hans dauðan og ég skrifaði bók dauðan og ég vitnaði þar til þinnar þýðingar á Teunissen og hefur þú dæmis hitt Teunissen, hann dó fyrir 3-4 árum hittir þú hann einhvern tímann í lifandi lífi áður? Sko ég var í námi í Berlín. Já. Og maðurinn minn var í námi á sama tíma. Já. Og hann var nemandi Teunissen. Já, svoleiðis. Þannig að hann var kennari okkar í heimspeki og hann var náttúrulega eitt þekktasti heimspekingur í Þýskalandi af sinni kynslóð. Einmitt. Og hann skrifaði dauðan, þessa grein sem við þýddum. Já. Návist dauðans í lífinu. Já. Og þetta er athyglisvert, já. Hann vil meina það sko að fyrirferð dauðans kunna vera mest þegar við látum eins og hann sé ekki þarna. Og við þurfum í rauninni aktíft að taka hann fyrir sem umfjöllunarefni og veruleika til þess að losna, að það auki líkurnar á vandræðinu sem fylgja dauðanum, óttan við dauðan og allt það. Og það er kannski fleira með margt. Já, bara með við sýtum þú veist, þá tikkar klukkan. Já. Við færumst nær dauðanum. Já. Og þetta, við lifum í átt að dauðanum. Já. Og hann er þarna alltaf. Já. Og já, hann er að tala líka svona þess að sem þú ert að tala dauðafælni í samtímanum, eitthvað sem við viljum ekki hugsa en hann er þarna alltaf einmitt eins og þú segir, mest þegar við kannski látum eins og þessi minnst þarna og ég held þetta eigi við eins og margt það ekki?
að það kannski, þetta mest þarna þegar við látum eins og þessi minnst þarna. Einmitt. Heimspeki svona þversagnir. Það ekki? Jú, heimspekileg hugsun byrjar alltaf á einhverjum svona þversögnum. Það athyglisvert. Já, einmitt. En Sigríður, tíminn líður en ég ætla kannski að fá að halda þér svona 5 eða 10 mínútur í viðbót. Stjórnmálin, hvað ber að varast og hvað ættu að vera að tala núna í aðdraganda þessara kosninga? Hvað skiptir mestu máli út frá þínum heimspekilega sjónarhóli? Nú ég ekki flokkspólitísk og að því mér finnst það ekki heimspekilegt en það getur vel verið að það sé vitleysa, ég held sér gaman að vera í flokk og svona og allt það, en mér hefur fundist það bara ekki mín leið. Nei. En ég hugsa kannski ekkert sérstaklega flokkspólitískt þessi mál núna. Það sem mér finnst skipta mig máli núna tvennt. Að Landsbankinn verði ekki seldur. Að því mér finnst eins og að það bara að redda okkur út úr einhverju svona skortstöðu núna því að líti í ríkiskassanum og þegar ný stjórnvöld koma til valda þá vilja ekki þurfa að fara bara í sparnað heldur geta splæst fé sem fengist fyrir Landsbankann en mér finnst það ekki að slátra mjólkukunni. Ég bara alfarið á móti því að því að það mikill arðurafs og við eigum eitt svona Landsbanka. Já. Og að við vitum líka þessar bankasölur hafa farið til vina og vildarmanna. Já, við vitum það. Og við erum að verða miklum arðið þarna sem þjóð og þannig að bara næstu stjórnvöld verða bara vona ég að standa vörð þetta og finna aðra leiðir til að koma peningum í kassan. Já. Í annan stað hef ég bara áhyggjur og auðlindum. Já. Þetta byrjaði með kvótamálinu og þetta heldur áfram með landsölu. Já. Nú hefur til dæmis Ratcliffe eignast upp undir 1,5% af landi á Íslandi með tilheyrandi vatnsréttindum. Auðmenn og fjársterkir aðilar eru að kaupa smávirkjanaréttindi. Ég lít svo á að allt þetta eigi að vera arfur til komandi kynslóða, eigi að vera þjóðareign. Og það geti verið nýtingaréttur af þessu en það má ekki afsala okkur þessu, við eigum að standa vörðum þetta. Ég er líka náttúruverndasinn og hef verið lengi og lít svo á að við séum verðir fyrir land sem sé einstakt. Og þetta nokkurs konar þjóðgarður fyrir heiminn og við eigum að standa vörðum þetta land. Og við eigum að sjá sóm okkar í því að fara varlega með þessar auðlindir og skila þeim líka sem sterkustum til komandi kynslóða. Við eigum að passa okkur líka bara að fara ekki út í einhverju offramkvæmdir. Þú veist, við þurfum að fá ofbáslegt vinnuafl erlendis frá, það kannski einhver þensla skeið en svo kemur hjöðnun. Og við þurfum að spyrja miklu stærri spurninga og mér finnst alltaf gott í þessari baráttu núna að fólk að segja, ég hef gefna á eignast íbúð, ég hef gefna á eignast börn og þetta að gerast allstaðar í heiminum, það sama umræði í Bandaríkjunum, núna þarf Trump var kosin og ég held að það hafi og það bara ákaflega svona stór pæling. Það hefur ekki bara með kapitalisman að gera, að því kapitalismin ósjálfbær, hann þarf 2,5 jörð til að geta framfleytt sér. Já. Það hefur með heilaga gral í kapitalismanum að gera sem peningakerfið. Já. Og peningakerfið aftengt jörðinni. Já. Það var aftengt jörðinni endanlega þegar gullfóturinn var tekin undan peningunum og síðan þá hefur peningakerfið verið bara eitthvað svona númerakerfi á einhverju netskíi og við erum alltaf að móka þetta kerfi vex og vex og vex. Það vex einhvern veginn með einhverju skuldahagkerfi sem byggist á lánum og skuldum. Það gerir að verkum að vextir, það veldisvöxtur á vöxtum þannig að þeir sem lána fé aukast meira heldur en þeir sem taka fé að láni. Þannig að fólk sem skuldar og við erum öll skuldarar erum að halda uppi peningakerfi sem að fáir einstaklingar eiga sem græða veldisvexti á vöxtunum. Þannig að við erum að vinna fyrir þetta peningakerfi og ég held að þurfa að leiðrétta þetta peningakerfi og þannig að þetta miklu stærra mál, þetta glóbal mál.
Og ég held að það sem að gerast núna, að það búið að vera núna undanferðin ára, þetta að gerast með svona þessum populisma eins og sagt þessum byrjar með einhverjum hægri populisma, þetta orðið vinstri populismi líka, að þú veist, það allstaðar andstæða við hnattvæðingu og það hefur með þetta hnattaræna fjármagn að gera og það hefur fyrst og fremst með þetta peningahagkerfi að gera. Ég hef ekkert á móti markaðshagkerfi og í rauninni ekki á kapitalisma svo fremi sem við leiðréttum þetta peningahagkerfi, en það alþjóðlegt vandamál. Þannig að við höfum ekki lengur efna á peningum, fólk hefur ekki efna á kaupast íbúð, ekki efna á eignast börn og svo fólk að hvert yfir að fæðingatíðinni lækki. Það kannski ekki bara peningakerfið sem hefur sök á því, það svo margt annað sem spilar þar inn í, en þetta svona stóru spurningarnar sem að pólitík bara í svona alþjóðlegu samhengi þarf að fást við. Já, þú nefndir náttúruna áðan og Davíð Oddsson sagði fyrir Kárahnjúkavirkjun, náttúran á að vera manninum undirgefin. Náttúran að svara Davíð núna. Náttúran, hvernig? Hún getur hrist okkur mennina af sér og svo heldur bara jörðin áfram. Já. Það er nú þessi náttúra sem á að vera manninum undirgefin, hugsaðu þér. Sum orð þau eldast verri en önnur. Já, Davíð Oddsson náttúra. Kannski að hann átt að hlusta betur á náttúrunni í sjálfum sér. Já, kannski að hann átt að gera. En ég menna hann bara þessi kynslóð. Já, og hann fór þessa leið. En gaman að heyra þér að það svona peningana og myndi mér nú svolítið á suma kafla í minni eigin bók spillinguna. Já. Hvað finnst þér vera kjarnin í spillingu? Íslenska spillingu? Bara almennt. Hvað spilling? Hvernig hún? Sko, spilling nefnilega óbúslega margtóna fyrirbrigði og það svo langt í frá að spilling sé bara þegar aðili í opinberri stöðum misfer með völd fjármuni eða eitthvað svoleiðis. Hún sko, spilling í þessari bók sem sem ég nefndi hér, Besti vinur aðal, þá mjög mikið þá fer ég semst þá leið að ég nálgast hana meðal annars út frá heimspekilegu sjónarhorni og siðferðislegu sjónarhorni. Kollegi þinn BH í Henry Alexander Henriksson, hann mér til ráðgjafari út frá sjónarhóli heimspekinnar. Svo nálgast ég hana félagsfræðilega, ég nálgast hana sagnfræðilega, annað kollegi þinn Guðmundur Hálfdanarson, síðan nálgast ég hana leikmannalega og þólendalega, ræðið þólendur. Ég nálgast hana út frá blaðamennsku sjónarhólinum. Heildarniðurstaðan að land eins og Ísland sé alveg einstaklega viðkvæmt og útsett fyrir spillingu og mér finnst ég alveg sjá það núna í aðdraganda þessara kosninga að það mjög auðvelt að spilla, eyðileggja, láta eins og eitthvað sé annað en það lega okkar viðkvæm, auðsöfnu sem hefur farið á örfáar hendur mikið mein, atvinnurekenda og fjármagns vald stjórnmálamanna verður alltaf meira og meira. Það alltaf færri og færri þingmenn sem raunverulega sjálfstæðir og óháðir, þeir ganga erinda sem við vitum ekki hver Við sjáum dæmi til dæmis einn frambjóðanda í Norðurlandskjördæmi eystra sem kemur maður úr fiskeldinu og tekur efsta sæti þar af manni sem hafði verið, sem vitað til að Þorsteinn Már hafði sagt að væri ekki góður fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi. Sumir segja þetta nú ekki í bókinni, en sumir segja að nú sé fyrirtækin svo Samherji komin yfir í miðflokkin. Þeir hafi verið svona kannski ein aðal ástæðan fyrir því að við höfum séð miðflokkin dafna, sprett upp og allt það. En já, ég veit að þetta ekki alveg svarið við spurningunni þinni, en þegar bókin heldur ekki ódýr lausn eða hún leitast ekki við að koma eitthvað ódýrt, einfalt svar. En ég held að einmitt sko hún eins og þú segir, þetta allstar, þetta gegnsýr allt, þetta gegnsýr pólitík allstar, þetta gegnsýr allt. Og ég held að ég hef ákveðið að fara ekki í pólitík þegar ég var í fyrsta bekk í gagnfræðaskóla. Þá var ég í nemendaráði. Og
fyrir minn bekk, fyrsti bekkur í Gaggó, 13 ára. Og yngsti bekkurinn þá í Gaggó. Og og ég man það var haldið eitthvað ball á Nemendarás. Og svo var afgangur á lindubuffi. Það var svona kassi með lindubuffi sem hafði ekki selst á ballinu. Og það var ákveð að skipta lindubuffunum milli Nemendarásmanna. Þetta er svo gott. Og ég hugsa með mér, já, svona eru stjórnmál. Þannig að það er ofsalega auðvelt að falla í þessa frestingu. Já. Og ég fekk mér lindubuff. Já. Og en ég var með óbræði munnin með einhvern veginn svona ennþá út af, ég sem þetta, en svo er líka ofsalega erfitt að vera saklaus. Já. En það er náttúrulega kerfin bjóð upp á þetta. Já. Og Það er eitt kafli í bókinni sem að held ég ber yfirskriftina stundum hefst byllingin heima hjá okkur. Og það er svona siðferðislegt úrlausnarefni að nú getur foreldri fengið dagvist á leikskóla fyrir barnið sitt með einhverjum tengslum og klíkuskap og ætlar að segja já eða nei. Já. Ef þú segir já, þá bara það getur skipt fjárhag heimilis þíns öllu máli að báðir aðilarnir komist út á atvinnumarkaði en það getur bara haft allt með það að segja ef þú ert ung manneskja hvort þú kemst sæmilega af í lífinu eða ekki en á sama tíma þá veistu að þú ert sennilega að svindla á einhverjum öðrum sem var framan í röðinni og hvort ætlar að velja að segja nei takk, ég vil bara að barni komist inn á leikskólan þegar það á að komast inn og hann ætlar að segja já takk og strangt tekið ef þú segir já takk, ég vil að þú svindlir þessu fyrir mig og takk fyrir að vera í sama flokki og ég og takk fyrir þennan klíkuskap og bara frábært að og ég ger eitthvað fyrir því í staðinn skilur þau? Það er einhvern veginn, það er svo aðhalds í eina vörnin gegn spillingu því það er svo einhvern veginn maðurinn er svona græðgisvera líka. Já, en núna þá er þetta kannski líka bara baráttunum bjargirnar er harðari en hún hefur verið. Yngstu börnin mín 2 það eru einu börnin mín á sem 5 sem hafa svona einhverjar áhyggjur af framtíðinni lífsbjargarlega, atvinnulega sannarlega húsnæðislega þannig bara útsæði hérna ríku hér á Íslandi sem getur eitt vonum eigið húsnæði í augnablikinu sem er náttúrulega svakalegt og svo kemur náttúrulega umhverfisógnin ofan á þetta þannig að áhyggjur unga fólks í dag þær eru bara meiri við þurfum að fara held í nokkra áratugi aftur í tíman til þess að finna svona eins viðsjárverða tíma hjá ungu fólki eins og núna eru og þá er þetta kannski ekki bara spurning græðgi, heldur bara lífsbjarga. Komast af. Já, að komast af. Já, leið og þú ert að horfa á alveg ofbóðslegan uppgang alltaf auðurinn að færast á færri hendur. Já. Þannig að græðgi fáu er orðin svo rosalega sterk. Já, og hugsaður hvort freistni hvatinn að þú bara skráir því snemma í einhverja unglega hreyfingu, mögulega einhvers fólks, einhvers flokks sem hefur yfir sér sterka spillingaráru. Er sá hvati, gæti ekki orðið að hann verði nú sterkari heldur en á langt skeið að því hefur verið haldið á lofti bæði í gamnu og alvöru að ef þú ætlar að huga vel að björgum barnsins þíns þetta var sagt fyrir nokkrum áratugum reyndar skráðan í ungliðarhreyfingu Framsóknarflokksins eða Sjálfstæðisflokksins því það mun duga barninu betur í framtíðinni en öll heimsins háskólamenntun verðleikar eða dugnaður Já Einu sinni var þetta þannig þetta er ekki lengur þannig Nei En bara svona til marks. Já, en það kannski er þetta líka svona vandi flokkakerfisins sem þú ert að tala um núna að þetta hafi kannski einhvern veginn verið en fólk upplifir líka flokka sem svona klíkur hagsmunaklíkur og og að þú þeir samhjálpar samtryggingar og allt þetta og svo er þetta velferðarkerfi hinna ríku og allt þetta Já, og þess vegna þú varst að tala um það eru miklir umbreytingatímar núna í heiminum mjög miklir og það hefur með þessa spillingu að gera það hefur með þetta misrétt að gera og það hefur með umhverfismálin að gera þannig að þetta er alltaf að koma saman núna í þessum 2 yngstu börnu þínum Já, ég rætti það og það þarf kjarna það þarf súbstans til þess að
standa af sér ósiðleg tækifæri sem kannski leiða til tímabundins ábata eða ábata í augnablikinu en ekki sjálfbær og stórskaðar framtíðina. Og þá komum við aftur að mikilvægi heimspekinnar, mikilvægi umræðu dygðir, mikilvægi umræðu samhengi hlutanna og mikilvægi þess að við einblínum ekki bara á daginn í dag, heldur hugsun til morgudagsins. Já. Ég held að við þurfum maður er náttúrulega mikið búið að tala að breyta einhverju, þú veist svona í ytri kerfum en við þurfum líka að fara inn á við. Já. Og þess vegna ég að rannsaka það líka núna. Að við þurfum til þess að ná betur saman til að geta tengst betur til að hjálpa hvort öðru að vera mennskari. Já, einmitt. Og hjálpa hvort öðru að vera meiri einstaklingar. Já. Að því heimspeki á að hjálpa okkur að hugsa sjálf. Já. En til þess þarf þor og kjark. Þú svaraðir þú vékst eiginlega undan svarinu áðan. Þú sagðir að námslánin hefðu verið það sem að þegar ég spurði þig hvaðan fannstu innri styrk. En viltu deila með okkur á persónulegum nótum í lokinu svona á þessu spjalli hverju þú þakkar það í tlæms uppeldið þínu og fari og umhverfi að þú ert konan sem ruddir brautina fyrir öðrum hvern heimspekingum víðum heim í hópi þeirra? Ég veit ekki. Í rauninni... Getur þú notað skinn hugtakið á svarað við þessari spurningu einhvern veginn? Nei, ég bara að ég held ég hafi hugsað með mér í hvað ætlar að eyða þessu lífi. Og mér fannst gaman að hugsa. Mér finnst það skemmtilegt ástand. En ég hef líka þurft að fórna ýmsu fyrir það. Já. Ég hefði vilja eiga fleiri börn. Já. Ég hefði kannski vilja njóta ákveðna hluta meira og eitthvað svona. Þannig að þú veist, það fylgjur öllu sem að gera líka ákveðna fórnir. Já. Og það er bara svo hluti af þessu að einhvern veginn það er allt annvörkum háð og það er allt tvíbent og allt orkar tvímælis og á góðum stundum þá virkar púslið eins og það sé einhver heilmynd. Já. Og en í rauninni held ég að það hafi verið einhver heimannfylgja úr foreldra hvernig þau töluðu eitthvað svona. Já. Mamma líka á vissanhátt einhvern veginn að uppfylla einhverja drauma fyrir kynslóða. Já. Að einhverju leyti en fyrst og fremst þá verið ég sjálf. Já. Ég held að hafi bara verið það að ég ætla að drösla henni í gegnum lífið eins og hún vill. Já. Mér langar að enda þetta kannski á þeim nótum vegna þess sem þú sagði núna að í Ástralíu var gerð rannsókn á því hvernig fólki liði rétt fyrir dauðastundina. Sjúklingar á líknadeild deildu þar hvernig þeim liði og þetta var krabbameinssjúkt fólk sem að vissa það átt ekki mikið eftir og þeir sem að voru órólegastir og ekki tilbúnir í eigin dauða það var greint hvað er sameiginlegt með þessum hópi og svo var þetta reitað í nokkra flokka og það sem að fólki þykir verst fyrir dauðastundina og veldur því mestri ókyrrð og veldur því að það hugsar ég lifði mínu lífi ekki sem skildi það er ef það stóð ekki með sjálfu sér ef því leið rétt fyrir dánarstundina eins og það hefði ekki staðið með sjálfu sér og af því nefndi áðan að það var kannski spjallinu sem við tókum áður en við settust hér en annarkot var það núna eða áður að ögurstundirnar í lífi okkar þær eru kannski ekkert svo rosalega margar sumir segja að séu 2-3 mestalagi 5 á einni mannsævi en þessar ögurstundir þú hefur örugglega þurft að glíma við nokkrar ögurstundir hvort þú ættir að degna eða halda áfram grjóthörð þótt að hafi kostaði fórnir og ef þið líður núna eins og það hafi verið fórnana virði og þú hafi staðið með sjálfur þér þá ertu hólpin.
Ég held náttúrulega, sko, ég hugsa oft það, að því þú ert að tala dauðan, ég held að, sko, að við þurfum að verða hetjur þegar við verðum gömul. Já. Ég er þetta svona gamalt fólk sem að, þú veist að, bara líkaminn farin að gefa svo allt þetta. Já. Þú veist, hérna, þetta er ekki ennþá afstaðið. Nei, þetta er ekki ennþá afstaðið. Ég er alveg sammála með hetjuskapin og sjálfur er ég farin að leita miklu meira í félagsskap aldraðra eftir visku þeirra heldur en fyrir 10-15 árum. Miklu meira. Mér finnst að hafa svo margt að segja. Já. Og svo eru gamlingarnir einna hugrakastir núna af því við varum að tala um spillingun áðan. Því að þú rekur ekki gamlingja eftir að hann er komin á eftirlaun. Hann getur skrifað frjál status á Facebook, harðan status, hann sá ágjörða því að það kom einhver öfl og eyðilegi hérna vinnun hans fyrir honum. Já. Þannig að sko, það voru ungliðar, það voru stúdentar í hérna París sem að leitu byltinguna hérna 68, en núna er hugrekkið svolítið á herðum gamlingarna. Heldur það? Já, ég held því fram allavega í bókinni Besti vinur aðal. Mér finnst það bara gott soundbite. Já. En Sigríður, það búið að vera einstaklega gaman að spjalla við þig og þetta þróaðist nú meir út í samtal en viðtal en kannski ekki vera fyrir það. Hvað myndi heimspekin segja um það? Nei, þetta út á það gengur þetta. Já. Það gengur út á samtalið, er það ekki? Jú, ég held. Það getur bara frá netið. Já, einmitt. Forréttindi að fá þig hér á Rauðaborðinu og ég vona við eftir að hittast aftur og ræða síðar eitthvað allt annað. En kæra þakki fyrir komuna. Já, þakkaði fyrir spjallið. Já, þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhörundum kærlega samfylgdina. Minnum á að á morgun klukkan 16 verður bein útsending hjá okkur næst hér við Rauðaborðið. Þátturinn Vikuskammtur, þar sem við förum yfir tíðaranda, fréttir líðandi stundar og sennilega heilmikið af adrenalíni korteri fyrir kosningar. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.